botnum bókingum er 10-11 ekkert annað en auðlindir. Þjóðareign Íslendinga. Þar er fólk að stunda glæpi í stærra mæli, þar líkt og sauðurinn hérna sem séti andspænis okkur, klárast hún og fólk neyðist þá til að versla við aðrar matvöruverslanir sem bjóða ekki upp á jafn ánægjulega og spennandi þjónustu. Sindri sagði að þeir eru ekki góðir í svona ræðudóti. Sindri minn, þetta er ræðakert. Bröndur Blöndal og félagar í Húsavík eru að hefja aðgerð á lágstéttar fjölskyldum landsins. Þeir vilja ráðast á þá sem minna mega sín þar sem það særir þau hvað mest. Þá þeir síður framkvæmt munu lífskjör okkar jafnt sem gæði lækka verulega. Hvar eiga rónanir að fá sér pullu með kartöflusaldi ef ekki verið fyrir 10-11? Ég vil að hver og einn ykkar fari heim til sín og hugsi sinn gang. Nema þú, Baldur. Þú ferð á Eyrarbakka og sinnir ömriðinni þar sem þið yfir búin í flottu sína. Það er ljótt að góða búin, sérstaklega ömmu sína. Hlutafjórið. En Colbert á þessum Colbert valsar strendur Flórída. Hann er sátt. Börnin kom í skólan og konan fær í ungbarnasund með yngsta barnið. Colbert hins vegar ekki afgjörður sem hann er séður. Allir vinir hans halda að hann eignast peninginn sinn með heiðarlegri vinnu í suðaustur Japan þar sem Colbert var frumkvöð í vegagerð. Það er hvít lygi. En Colbert hefur aldrei unnið í Japan. Hann er fæddur uppalinn í Reykjavík. Colbert átti ósköp venjulega bensku. Hann átti að finna upp úr vössum eða jafnvel sjónsum. Og hann þótti þessi smáglæpi leiðilegir og ávinningurinn var lítill sem enginn. Það eru stór tímamót í lífi L. Colberts þann 30. desember þegar hann réðst vopnaður leikfangabissu inn í Landsbankann Borgarfjörð. Hann var með skíðagrím á andlitinu, peningapoka, flugmiða til Flórída í vasanum þegar hann réðst inn. Ég kannast auðvitað við það vissi enginn að þessu. Hann hótaði gjaldkeranum með leikfanginu og hóta átt inn í sér á meðan. Hann vissi alveg hvað hann var að gera. Gjaldkerinn opnaði kassan og þá var eftirleikurinn auðvitað. Ef Colbert tók 600–650.000, skiptir ekki máli, og komið beint í næsta flug til Flórída. Þar kynnst hann konu og þurfti aldrei aftur að vinna. Ætli þið virkilega halda því fram að þetta væri hægt með því að hrista sjálfsála eða ganga yfir á rauðu ljósi. Þegar Styrmir fyrir að sofa, setur hann stól á svalirnar og sólinn getur sest. Potturinn nátti ekki að fluga megin en hann myndi ekki að krabba megin. Sindri er í of litlum ból. Ok, fundarstjóri, hann mýmendur ladies and gentlemen. Sjóttið, namnið, borgið. Nei, ekki þetta sé. Fyrir bara smá glæp í staðinn og stípið inn á mig. Næs. Slæðin í bakliðið borðar allt smakkið. Spettir tannlæknir, fæ gúmmíkalli verðin. Tek líka dótabíl. Allir krimmar byrja ekki staðar. Sumir eru nægjusamir, fremur smáklæði við og við. Aðrir kunna sér ekki hóf. Holl og góð, streitulósandi skemmtun verður að sjúkri fík. Hóværir smáklæpamenn og konur alla veröld lenda daglega í hremmingum sem eru stórklæpamennum að þakka. Stórklæpamaðurinn gengur með tómt hjarta og rænir banka, rænir fólki og drepur það. Því líf hans er tilgangslaust. Í sál hans er hola sem hann reynir að fylla með morðum og eiturlyfja sölu. Já, búbbi! Þetta veit ég, því ég var byrjaður í leiknum áður en ég fékk punka. Ég spilaði ekki bara leikinn, ég vann hann. Ég var konungur undirheima Reykjavíkur. Borg óttans skalf á beinunum þegar ég gekk götur hennar. Ég á 2 bíla, þeir eru báðir bimmar. Ég ræði mig frekir hvar þeir gera það. Ég sé peningana. Ég flegi klingi. Ég kasta teningurum. 2 sexur. Leikurinn er minn. Ég er spilin. All in baby. Það var fyrir eitt örlagaríkt kvöld. Keypti ég kíló af kóki fyrir helgi. Borgaði með byssukúlu.
Þegar dílarinn sem hafði reynt að svindla mér margótt lá og litaði stofugólfið sitt sínu eigin bóði, heyrði ég ofurlótt snöggt og næsta eftir. Ég fór inn og þar var kornabarn með hvítur umlóðum, sonur mannsins sem ég hafði rétt drepið. Þá sá ég ljósið. Ég ætlaði ekki að leyfa þessum saklausa dreng að mæta sömu örlögum og faðir sinni, svo ég tók hann að mér. Sneri baki í glæpalífið og laðist í helgan stein. Ég ól hann upp sem minn eigin son og kendi honum náungakærleik og heiðarleika. Núna fór við tveir í 15 fermetra stúdíuíbúð í Breiðholtinu og mætum í kirkju á hverjum sunnudegi. Ég fæ mér alltaf 2 oblátur og aðeins svo stóran hringsopa og ég fermdist samt aldrei. Öflug blandari, maðurræði. Baddi talaði Börn Kolbeins með bitum og öfund í röddinni. I wonder why. Baldur, ég hef drepið mann fyrir minna. Baldur, Kolbeinn stal bara 500 kalli. Það var mamma einn sem bauð honum til Flórida. Sjáið, þessa orma, þessa pöddur. Þetta ekki stórglæpamenn, þetta bitch boys from Basement Town sem okkar spilaði í fyrstu deild, en nýmann þeirra ekki nógu ferskir, svo við reyna að komast inn í undirheimana. Stærsti glæpurinn sem Buzzy Wheat hefur framið var að reykja hálfa leikursigarettu sem hann hélt að vera Jóna en á baðherberginu hjá stjúpmömmu sinni. Það fannst þeim bólu fyrir þetta kom fram á suðinu hans sem hann uppfærið daglega. Þeir eru ekki illa innrættir, þeir elska mömmu sína og fá sér pulsu með öllu. Þeir eru komið strákar, þessi spýr. Smáglæpamenn Fundarstjóri, meðmælendur og aðrir gestir. Segir maður það ekki? Ég er rosalega stressaður, ég hætti svona milljón hérna. Fyrsta skipti sem ég kemdi Mortar. Við unnum eins og Mortar hérna, Mortar. Og þeir vilja örugglega vinna Mortar aftur. Það gleymaði margir, en Buzzy Wheat vann líka Mortar einu sinni. Í fyrra. Segjum að ég sé með Lenovo Boring tölvu hérna í þessar hendi og svo MacBook Pro Megaphone tölvu í þessar hendi. Ímyndum við það að stela Lenovo Boring tölvu myndi kalla smáglæpur því Lenovo svo fokkin leiðileg tölva en að stela MacBook Pro Megaphone tölvu myndi kalla stórglæpur því MacBook Pro svo shit skemmtileg tölva. Við erum komið annað dæmi. Í þessari hendi er ég með Nokia Lumia. Ég leiðileg manneski sem gerir heimalaga pítsu með fjölskyldu minni fyrir föstudegi. Ég segir aldrei lauk á pítsunum minna því mér finnst laukur vondur. Svo í þessari hendi er ég bara með iPhone 6. Ég held að allir viti hvert ég er að fara. Stórglæpir eru miklu skemmtilegri og betri eftir smáglæpir. Mínus afleiðingar. Ég opna mjólkinni í búðinni. Hvað? Það stendur opnið hér. Ég heiti Kjartan og ég elska tölvur. Styrmir var að dissa okkur. Ég drekk ekki, sko. Ég þarf að fara í klippingu. Ég vil svör í næstu ræðu. Ég var að halda allt of stutta ræðu. Það þessi ófærð eða? Og ég heiti Kjartan og pabbi minn var í fólksprófum. Fundarstjóri, þessi setning er skrifuð í Comic Sans vegna þess að þessi ræða er í boði Comic Sans. Sonurinn Nikulás er á leikskóla, hann er langt leiddur í heroínu og sagði don't do drugs. En það er ekki mér að kenna að leikskólastjórinn á leikskólanum hans er útbrunnin eiturlyfjasali með mikilmennsku brjálæði sem selur börnunum D-klassa sólbublandið heroín sem hann keypti á hálfvirði á nauðungaruppboði af eignum Charlie Sheen. Veist að Nikulás er orðins líka ekki verið aftur snúið. Heroín er hægt og rólega 7 ára lífsorguna. Vitið hvernig tilhugsun það er að þurfa að mæta í jarðarför sonar síns. Vitið hvernig það er að horfa son sinn engjast hálfrænuleysinn á sársauka
í svitakastundu Jar Jar Binks sænginu sem amman skar úr með 20 ára afmælisgjöf. Eina nóttina kom hann inn til mín, hann var eins og draugur í framan, auðurinn í honum sokkinn inn í höfuð og tennurnar í honum glömruðu. Hann gekk upp á rúminu og greip í kragann náttskyrtunum minni með ómannlegum styrk dópistans, starði upp hinn á mér og bærði síðan eyrað á mér upp á munninum og svona hvíslaði: Pabbi, það rauður slökkviliðsbíll á leikskólanum sem ég langar í og ef þú stelur hann ekki fyrir mig þá eftir að hata þig þá til að ég dett niður dauður og það fer að styttast í það. Hann sleppti mér og labbaði út. Ég vissi að ég að stela bílnum og uppfylla óskir hans. Svo þegar ég fór á leikskólann og sækja daginn eftir tók ég rauða slökkvibílinn og meðan enginn var að horfa þá fór ég inn á klósett og tróð hann á hann í smokk, tróð smokknum sem eru beðið raskandi á mér og smyglaði hann út af leikskólanum. Þau átt að sjá andlitið af Nikulasi, hvernig það ljómaði gleði þegar ég leyfði honum að draga smokkinn úr raskatinu á mér. Hann rauða slökkvibílinn inn í honum, hún lék sér að honum alveg þangað til að herónum hann bar hann ofurlið og hann féll í öngvik. Kjartan reyndi einu svona að stela Lenovo-tölvu, hann endaði á slysu með annan helminginn á hann í raskatinu. 2 dögum eftir að ég stal rauða slökkvibílnum kom Nikulás brosandi til mín og sagði: Eftir að þú stalst bílnum fyrir mig þá áttaði ég mig á því hve mikið þú elskar mig og ég ákveði að hreinsa mig upp og fara í meðferð. Svo faðmaði hann mig og við grétum saman. Nikulás náði að vera edrú í viku en hann var of veikur það. Hann braust út af meðferðarheimilinu og braust inn á skrifstofu leikskólastjórans. Megnið af heróíni sem hann fann inn á skrifstofunni var óheyrulegt og hann stóðst ekki freistingunni og tók allt of stóran skammt. Nú liggur hann á gjörgæslunni og er dauðaður lífi. Hlægilegt líf fyrir Nikulás. Stundum þegar ég hugsa hann og verið reiður. Ég reiðist ekki við dauðans, fíknin eða vandamálum hans. Nei, ég reiðist vegna þess að sumir menn fyrirlíta vonina sem ég færði honum með smáglæpnum. Það verið einföld ástæðu að ég færði honum hana með smáglæp. Lítið í andlit strákana í Busavít. Þetta eru andlit manna sem vilja ræna voninni af ungum strákum sem eru í heróínsfík vegna þröngsýni sinnar. Fundarstjóri, við erum hér samankomin til að ræða smáglæpi. Ég þarf að móti. Ég segi, af hverju að fremja smáglæpi þegar við getum framið stórglæpi? Af hverju að stela 5.000 kalli þegar við getum stólið 5.000 kalli? Kolbeinn, veistu hvað er mikill peningur? 25 milljónir! Einu sinni var ég á ferðalagi í Kólumbíu þegar ég rakst á félaga minn Pablo Escobar. Samt sem saman eru 2 ylvolgum slótturum og rættum daginn og veginn. Eins og við mátti búast þróaðist umræðan fljótlega í auðæfi hans enda var hann ríkur maður. Pablo sagði með sögur sem við trúðum alla, hvernig 60 milljónir bandaríkjadollara færu inn og út úr vagninn hans daglega, hvernig 10% peningum hans urðu rottubóðir, eða skipti ekki neinu máli því að myndi alltaf ná að eyða þessum pening hvort eð er. Á lokum spurði ég Pablo: Mr. Pablo, where do you get all this money from? Ég hef aldrei gleymað þessu. Áhrif sláttur hans aðeins farin að segja fyrir sig, tólnegar heilskur á barnum fyrir utan hennar ljóstýrur og kertaljósum við borðað okkar. Pablo horfði dýpra í augum mín en okkur hefur gert síðan og sagði mér: Well, Mr. Sindri, I get it from very, very petty crimes, like stealing candy bars sem ofna. Petty crimes really pays, you know. You can make a living from it. Þessar aðstöður voru sjálfsögðu tilkomnar í fjarstæðukendra málstæði andstæðingu mína. Jónas getur vel komið upp í pontu eftir og tala með afleiðingar smáglæpa sé ekki samstæðlega afleiðingar stórglæpa, en hlustinn sé lengri. En ef Jónas ætlar að gera það, getur afleiðins bara pakka saman og farið heim, því umræðan er smáglæpir, ekki stórglæpir og afleiðingar þeirra. Ég er ekki eins og viss sem andstæðingar okkar í viðunum einu sinni Mostar hafi kynnt sér umræðinni. Orðabókarskilgreinin á smáglæpur. Orðið lítill glæpur, frekar sakkaður samanborðið stærri glæpur. Strákum ætla ekki að byrja að tala umræðinni, getur það vænt að pakka saman. Vitið þið hvað er slæmt? Glæpur almennt, stórir eða smáir. Vitið þið hvað er líka slæmt? Helfurinn. Alla keppnin á ættastrið það sem er lægi. Strákar, af hverju ættu að fremja smáglæpi ef við getum fram við stórglæpi? Munið að við erum að tala glæpin, ekki afleiðingarnar, svör í næstu ræðu. Ég heiti Sindri og ég hóla Narkos. Þú ert jafn sætur og lélegur í halda ræðu. Kolbeinn vonandi verður hressnast þegar ég rekst á þig. Það ekki verið alltaf langt á. Hvað ertu stelpa eða? Það er ekki ponta á laug. Mér finnst bara frekar ljótt sko. Jónas þarf ekki við pontað en lélegur ræðunar. Stelpa Jónas.
Fáðu þið sæti, má bjóða eitthvað að drekka nefnir, ástæðan fyrir að ég boða þig hingað að þú hefur unnið ákveðið afrek. Á mínum langa starfsferli sem hjartalæknir hef ég aldrei vitað öðru eins. Sko, Snilli, ég ætla bara að setja þér. Snillitu, kransittu, stíplitu, æðri. Já, þú verður rétt. Síðan fyrir með sykursýki 2 og ég var ekki hissað að frumburðin verður með samvaxna eyrnastelpa. Sko, Snilli, það eitt að drekka sorgum sínum í McDonald's þegar þú gefur út lög. En að supersæsa allar máltíðinar, það ekkert annað en græðgi. Vegna bárastöðu líkama þíns og almennar virðingar til íslenska tónskálda, þá ráðleggið þér að ráðast beint á rót vandans, tónlistina eina. Meiri verður hún ekki, fara hann heim og hugsa líka. Snittimár og félagar í Busuvík eru stórkleipamenn. Þeir hafa snúið baki sínu við almennum viðurkenndum smákleppum á borð við búðarnu, rópur og sölu iðnaðarsalts til matseldar. Fyrir þá stórfelldi yfirburði sem smákleppin hafa verið frá stærri, vilja þessi menn lítið með þá hafa. Í framtíðinni verða þessi menn fulli frændin í fermingunni sem kom með 3.000 króna gjafabréf í Kringluna en stal svo rafmagnsvespinni. Knöppi Fjalar Junior. Græðgi einn af 5 dauðasyndum lútherskar trúar. Það aftur þér ekki þú stalst meitónum á öllum nunnunum í klaustrinu. Skil á þeim! Kjartan sagði að þeir hefði einhvern veginn gott. Eftir að tala þegar Þórkinn Sigurpabbi og einhverju busar unnið að keppni. Kjartan, Jón Gnarr fitnari pabbi þig. Mortar keppni fólksins Sindri, ekki bóðabókurinnar. Sindri litlum ból og í síðan nörbuxuna. Sindri, nýja prófarvitið er bara frekar fyndur. Já, Sindri, Jónas er liður ræðumæður, en hann reyðir þó allavega ekki að halda ræður. Ekki hlusta á áræður Sigurjóns og félaga. Smáklappir hafa verið traustu bakherri mannkynnsins í gegnum árin. Fái græðgi Busavíts að ná tökum á ykkur, ruglið þið jafnvæginu sem þú haldist svo traust. Fremjið þeir stærri glæpi, verður minna til að stela handan meðaljóninu. Höldum upp á þessa áralegu hefð. Hún hefur verið okkur svo digg, svo lengi. Fundarstjóri, hvað kallar mús sem borðar kartöflur? Kartöflumús. Af hverju labbaði maðurinn ekki yfir götuna? Hann var með titli í kvartan í hænu. Ég á vin sem heitir Búi Einarsson. Búi hefur verið smáglæpon síðan hann byrjaði að taka tennur og þess vegna fannst mér mjög áhugavert að nefna hann núna. Búa dreymir að stela merkinu á Toyota Celigunni sem stendur fyrir á skólatíma. Það að Búi vilja stela merkinu á Toyota Celigunni sýnir hversu lágkúrulegur glæpon Búi er. En einnig sýnir það að Búi áttar sig ekki á afleiðingu smáglæpa. Ég nefndi það lauslega við Búa af hverju hann stæði ekki bara, myndi ekki stela bara öllum bílnum. Af hverju ekki að taka bílnum og getur það. En maður segir við annan mann, farðu úr að ofan. Maðurinn tekur af sér úrið, setur okkur ofan hausinn. Ég er með úr að ofan. En það var ömurleg móttökukallarögg hjá Kolbeini. Já, það er alveg rétt, Jón Gnarr er finnari en pabbi hans Kjartans. Við erum kannski þröngsinnir, en við erum meira svona víðsinnir. Sigurður Kjartason er meira á bak við tjöldin í Bósbranum tvíhöða, sem segir. Hæ, ég heiti Nöppi og ég held GG aulalega ræðu LOL. Takk fyrir mig. Welcome to Papa's house. Ég langar að byrja að setja ræðina mín á því að faka papajam.com og worldwidepizza.com.net fyrir að smita mig á gláku. Það sé ég ekkert nema sannleika. Slagur strákur fremur smáglæpi í miðbænum. Forsíðu fréttiða? I think not. Smáglæpir eru daglegt brauð og ég brýtt brauð við vinum mínum. Hvert og eitt einasta mannsbarn sem hér viðstatt hefur framið smáglæp einhvern tímann á ævinni. Þetta staðurinn. Smáglæpir eru næs. Þetta líka staðurinn. Alvarlegir glæpir stuðla að heiðarleika í samfélaginu. Þetta ekki staðurinn. Þetta kjaftæði. Og þessi kjaftæði eru kakkalagarnir í Busavík að halda fram. Og eins og Bálbói hérna áðan reyndi að halda fram, ætla ég að leiðrétta það aðeins.
Það kom smá sögu fyrir ykkur, en ég ætla að segja ykkur alla söguna. Sannleikann. Einu sinni voru bara snidd og strákarnir í peningamandlega. Þeir ákváðu að fremja hellaðan stórglæp. Bankarann. Sittið þið. Ok, gameplan strákar. Förum inn með dótabyssuna, hans little bro, og gerum eins og í bóðmyndunum, skilur við? Endur, sett alla peningan í pokan. Make it fast, motherfucker. Já, maður, easy mean, broby. Þegar bankarnir komið útskýrir afgreiðslumæðurinn fyrir þeim að í bankakassanum séu 15.000 krónur. Hvorki meira en ég minna. Oh, damn, maður, það alveg 5 ára mann. Gauðir, þetta alltaf mikið. Við verðum eiginlega að fela pokan í öskjulíðinni. Ok, maður, og svo sækjum hann þegar hítinn lækkar. Strákar, þeir eru jafn vel undirbúnir og greiðslan hans Kjartans. Þessi 5-euraplantarar eru smágleipir. Og bólurinn hans Sindra í sama lit á hárið hans. Fundarstjóri, ég og litla systur. Hvað er ég að segja við hana þegar ég kem heim á eftir? Hei, sakka litla, en þá voru ykkur strákar í skólum áðan sem segjast vera stórglæpamenn og ribbaldar. Þú sagði þeim vonandi til Sindana. Nei, þau voru eiginlega að flytja ræði fyrir framan fullt af fólki og fólki fannst þér alveg frekar skemmtilegir. Þá horfir hún á mig með stóru bláu augunum sínum og segir: Hvað veist það? Litla systur mín 8 mánaðar gömul. Skiljið þið ekki? Ef Bussi Eilarbít kemst upp með þetta öll von úti. Ég mun ekki geta horfst í augu við litlu systur mína aftur. Setjið ykkur mín spor, gott fólk. Hugsið það sem ykkur kærast í lífinu. Og sjá þess að fyrir ykkur Bussa splín. Hefsa það í burtu og sörga með óhreinum krumlum. Bussi Vít, ég hef aðeins eina spurningu fyrir ykkur. Eru þið menn eða mín? Ég vil fá svar í dómararnir. Spiderman þekktur fyrir að gera þetta. Og svo kemur svona stór kóngulóarverður. En það ekki að eina sem Spiderman þekktur fyrir. Hann þekktur fyrir að bjarga fólki frá vonduköllum. Vondir kallar eru alltaf að fremja stórglæpi. Alltaf! Og þess vegna svo gaman fyrir Spiderman að klófesta þá. Spiderman klófestir aldrei smáglæpamenn. Ef hann ekki gera það, þá hann smám saman leiðilegur og svo verður hann óhávaverður. Svo myndi Spiderman dett í þunglyndi, verða gamall og deyja einn og yfirgeðinn. Ef kvikmyndirnar hafa kennt okkur eitthvað í gegnum tíðina, það var það að það er fullt af vonduköllum hann út í heimi. Og það er það sem gerir þennan heim svo spennandi. Kannski verður drepinn, eða kannski lendur í miðju bankaráni, eða kannski stynur ykkur bílniður. Hver veit? Þetta er svo spennandi. En blóðið á mér gjörsamlega síður þegar ég heyri hippum og hippokritum segja eitthvað annað. Þeir segja þetta og þeir segja annað. En er þetta rétt? Nei. Þetta liða bara heima á Arnarmónum. Er það ekki? Kjartan leyndi alla samhljóða. Styrmir, ertu eitthvað að tjá þig vel? Styrmir, er eitthvað vesvel? Salka, systir Styrmis, er örugglega fokking leiðileg. Ég heiti Kolbeinn og ég nota svona bindinni orð. Takk. Fundarstjóri, svangur drengur situr á bókasafninu. Hann horfir á lítið skilti fyrir framan sig þar sem stendur: Neysla matar og drykkjar er stranglega bönnuð á bókasafninu. Drengurinn, hann starði á skiltið á mig, hann dróð laxalóngbögg og sögð töskunni sinni og byrjaði að borða hana. Honum leið betur, hann mjókst máttur og hann kláraði heimadæmum sín á réttum tíma og fekk 10 í stærðfræði. Við hliðina á honum satt annar drengur sem var líka að vinna heimadæmi í stærðfræði. Hann var líka svangur en hann ákvað að fylgja reglur svo hann fekk sér ekkert að borða. Hann var fljótur eins og svangur, hann gæti ekki einbeitt sér og ákvað að skreppa fram til að fá sér eitthvað að borða. Og þar mætir hann félaga sínum fram á gangi og félagi spyr hann: Hei, langar ekki til að koma með mér á KFC? Hann stóðst ekki freistingur og fór með hann á KFC.
Og þegar hann kom tilbaka þá gafst hann ekki tími til að klára heimandæmið og hann féll í stærðfræði með einhverjuna 4,41. Þessi litla dæmisaga sýnir svart á hvítu gagnsemi smáglæpa og skemmtara gildi þess að stela ramma úr hagkaup öllum ljós nema imbahölunum og wannabe meme-londunum í busi tweet. Kjartan Spiderman, hann þekktur fyrir að skjóta kóngulóðir svona Kjartan, hann þekktur fyrir að tala með raskatum. Kjartan Spiderman sokkari, Spiderman 2 sokkari og Amazing Spiderman sokkari og Amazing Spiderman 2 sokkari líka. Sindri, ég held að bólur sem þú ert í séu meira spiskuslís heldur bindið eins og Lóa Geirs. Kjartan, Salka, hún ekki byrjað að tala og hún skemmtilegri en þú. Takk fyrir hann fyrir mig. Ég byrjaði að kalla mig herra Frida Geirs. Hann byrjaði að kalla sig herra Snidda Má. Ég held liðsstjóraræði og líka stuðningsmaður. Hann heldur liðsstjóraræði og líka stuðningsmaður. Hvað heldur þessi copycattan sé að reyna að vera? Ég held þessu ræðu í 4 mínútur og 17 sekúndur. Af hverju gat ég ekki bara tala í 3 sekúndur í viðbót? Að lokum þá vil ég minna á að árið 2016 og það má allt. Þar af leiðandi ætla ég að leyfa mér að segja herra Snidda Má að hárrótin hans hún lengri en Tinder matslustekni. Þú myndir ekki niðurhala bíl. Hvernig stendur þetta slagur? En þeir eru rauðsæð. Hver myndi ekki niðurhala nýrið Tesla ef möguleikin væri fyrir hendi? Þessi auglýsing í byrjun Dievetildi Sky ekki nema ríkisstjórn Bandaríkjanna og FBI að reyna að hræða saklausa borgara. En hversu saklausir eru þessi borgarar? Á landsmóti hestamanna heldur 2008 í hélt varaformaður hestasambands íslenskra hestaeigenda ræðu þar sem hún byrjaði eftirfarandi brandara. Hvað kallar maður hamborgara sem hafa beðið lengi eftir því að vera grillaðir? Eldri borgara. Bandarinn fékk misgóðar viðtökur, en sama ekki að segja um Mercedes Club. Dröfn þeirra á stóra sviðinu á þessu fallega júnikvöldi var styttri en þeir byggust við. Hestamenn nær og fékk sameinist í því að baula rækilega og léttklæddir hljómsveitina þegar basecamp var í gangi. This club is under arrest, sagði Seres 4. En sveitadurgarnir bauluðu svo hátt að þeir heyrði varla í stóra gíðhöfingjaspil á svona kökkina. Móður mín hafði hlegið dátt að eldri borgarabandaranum, en hún hafði ekki haft gaman að gasmann. Strákar, eru þess að virkilega að tala með smáklæpum? Finnst ykkur í lagi að taka vöru sem þið hafa ekki unnið fyrir? Hvernig liðið ykkur í sporum verslunumannsins? Einu sinni ætti e-takkinn minn að virka því það var brauðmiðsla undir honum. #JustSaying. Nokkur vexir lumbu eftir ræði. Back daddy. Kjartan fall beygði nefnifall kalfa, þófall tölvu, þáfall tölvu, eignafall tölvu. Sindri að kraufa síkó, #núna, #ski, #tim. Kjartan talar eins og Siri, I am a robot. Nokkur sagði funda brandara. Nah. Smáklæpir eru fyrirbæri sem ég fyrirlít. Þeir eru umbyrnaverðir og fáum til bóta. Ég heiti Baldur Blöndal. Takk fyrir. Ég okkardómari, ég má vera með ræðu, ég ætla að sleppa þið. Heildastig voru 2736. Það var munurinn milli liðanna 224 stig. Refsistig voru 177 og fóru 149 eða samleiðis. Svo blössum við. Raðnaðar kvöldsins var með 538 stig og heitir Styrmir. Og sigurlið kvöldsins við unnum einu sinni Vottar.